Fjölbrautaskóli. Leikskólar eru fyrst og fremst þjónusta sem bæjarfélagi býður upp á. Á milli jóla og nýárs var leikskólum bæjarins lokað og sú þjónusta sem bærinn hefur boðið barnafjölskyldum upp á því ekki í boði á þeim tíma. Vekja má athygli á því að það ekki allir foreldrar að vinna á vinnustöðum sem þeir geta boðið upp á þann sveigjanleika að þeim sé bara lokað á þessum tíma og þurfa margir foreldrar að nota orlofsdaga sína þá 4 daga. Allt í boði meirihluta bæjarstjórnar. Einnig hefur verið ákveðið að öllum leikskólum Reykjanesbæjar skuli lokað á sama tíma, það frá 5. júlí til 9. ágúst. Nú fara fram á lokun til vetrarfrís. Skerðir þetta sveigjanleika foreldra og þeirra vinnuveitenda og má segja að bæjaryfirvöld stefni á að taka ákvarðanir bæði fyrir foreldra og vinnuveitendur hér í bæ hvenær sá hópur fólks ráðstafar sínu orlofi. Sumarorlof leikskólana telur 24 daga, lokun milli jóla og nýárs 2-4 daga og svo nú farið fram á 2 daga vetrarfrí. Þetta setur heildartölu ráðstafaðra daga 28-30 daga að undanskildum starfsdögum sem telja 6 daga. Hvernig sér fólk fyrir sér að foreldrar komi þessu fyrir í okkar fjölskylduvæna samfélagi? Þetta ekki bara komið út í það að foreldrar þurfi að vera í fríi á sitthvorum tímanum, einstætt foreldri þarf að taka launalaust frí fyrir því sem upp á vantar? Þetta það sem meirihlutinn, Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn og Bein leið ætla að bjóða fjölskyldum og börnum bæjarins upp á? Ég óska þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég held að forseti geti nú kannski ekki svara þessum spurningum svona beint, en eins og ég sé í þessari fundargerð þá það að ósk leikskólana sem þetta erindi kemur inn, ekki af hálfu meirihluta. Og eins og talað þarna er miðlæg vinnutímanefnd að störfum sem fer yfir og fjallar útfærslur á betri vinnutíma sem eru bara innan kjarasamnings. Þannig að ég hef trú á því að sú nefnd muni bara taka þetta mál og skoða það. Guðni Birna Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, erindi 3 kemur vegna ósk frá leikskólum sveitarfélagsins að samræma vetrarfrí til samræmis við hin skólastigin. Það að segja á þessum tíma á veturnar Fjölbrautaskólinn okkar og grunnskólinn í fríi, þannig að þetta hugmynd frá þeim að frí komi á öllum 3 skólastigunum og að þetta verði notað meðal annars að hugsa til útfærslu á styttingu vinnuvikunnar sem kjarasamningsbundið ákvæði. Þar sem að fræðsluráð fagráð og fer ekki með starfsmannamál þá eðlilegt og enda gerðu við það að fræðsluráð fresta málinu og vísaði því til umræddanefndar sem að forseti var komin á. Þetta tilefni til miklu stærri umræðu varðandi þetta frí og einnig þetta kjarasamningsbundin ákvæði sem að mínum að ekki heiminn í fagnefnd, en auðvitað getum við rætt þetta og það verið góðar umræður á fundinum. En þarna auðvitað þurfum við að horfa gagngert í vetrarfrí í leikskólum og sjálfsögðu þetta þjónustustofnun og fyrsta skólastigið okkar, en þetta fer bara í vinnslu ásamt öllum hinum erindum styttingu vinnuvikunnar og útfærslu það hjá þessari umræddu nefnd og við bara fylgjumst með því. Fólk á sína kjarasamninga og og hvernig það útfært milli stofnana kannski ekki álitaefni fagráðs fræðsluráðs. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerð fræðsluráðs frá 10. mars. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki og hún samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir hér 5. mál sem síðari umræða upplýsingaöryggisstefnu Reykjanesbæjar. Orðið laust.
Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá ber forseti upplýsingaöryggisstefnu Reykjanesbæjar upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 6. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar sem er síðari umræða húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2023. Orðið er laust. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Varðandi húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar að þá vakti athygli mína að verið er að gera ráð fyrir því að mesta þörf fyrir íbúðarhúsnæði á næstu árum sé í formi fjölbýlis og eins er mikið tekið til íbúðaþörf fyrir eldri borgara, námsmanna íbúðir, sértæk búsetuúrræði, búseturéttaríbúðir og almenna leiguíbúðir fyrir tekju- og eignalága. Ég vil bara vekja á því athygli að við erum stöðugt að finna leiðir til þess að auka hér atvinnustig og bjóða hér upp á vel launuð störf sem að krefjast ákveðinnar þekkingar. Við fögnum því þegar fólk kýs að flytja hingað úr erli borgarinnar og hér höfum við getað boðið upp á lægra húsnæðisverð en víða þekkist eða víðast hvar á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst við þurfa að gæta þess þá að þegar við metum þörfina fram í tímann að við hleypum okkur ekki fram hjá því að bjóða upp á góð byggingalönd fyrir einbýlishús. Það verður alltaf ákveðin fjöldi sem að kýs slíkt búsetuform og við höfum nú þegar í gífurlega miklu magni undanfarin ár bætt við í fjölbýlishúsaflóruna hér. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þá ber ég húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2023 upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Það er þá ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi. Nú verður fundargerð yfirfarin og undirrituð rafrænt eins og venja er. Því segi